Það þekkjast allir þar, allir skildir þar eins og Íslandi eða? Sko reyndar þá náttúrulega alveg rosa mikið það. Já. Og ég einmitt var að tala með daginn. Ég hugsaði sko, þeir ekki með svona eins og við erum með, svona Íslendingabók? Af því að þeir þurfti svo sannlega meira á því að halda á. Og talandi það, að þá meira þess að sko ákveðin svona, nú notaði bara ensku orðið, því ég veit ekki íslensk orðið, svona inbreed veiki sem að kallast færiska veikin. Já, ok. Og finnst eiginlega bara í Færeyjum. Já. Það þá andlega veikindi eða? Nei, þeir eru líkamlega. Já, ok. Börnin fæðast rosalega fötluð og ná yfirleitt bara ekkert að ná oftast engum aldri. Bróði mömmu minnar, hann svo eini í systkinahópnum sem að fann sér færiskan maka og hún ekkert eitthvað náskild okkur en auðvitað einhver frænka einhver staðar aftur eftir sko. Og þeirra gen eru þannig bara að ef að þau eignast barn þá eru 75% líkur að barnið sem færisku veikina. Já. Og þau í rauninni hafa átt 4 börn og það bara 1 lifandi í dag. Úff, það rosalegt. Það rosalegt sko. Ég var ekki neina, datt þetta ekki í hug, en það hlýtur bara að vera, þú veist, ég meina, þetta bara Íslandi, við erum öll inbreeds, þú veist, þetta náttúrulega bara, útlendingum finnst það alveg magnað að við séum öll skild, þú halda að við séum að djóka þegar, þú veist, maður segir þetta, en það bara þannig. Það þannig, þess vegna finnst mér líka alltaf svona pínu fyndið þegar maður heyrir einhverju svona sumu fólki, þar að segja. Sem svona vill ekki fá svo útlendinga og þú veist, einhvern veginn svona streitist á móti og eitthvað og þú veist, og maður svona, þetta svo þarft fyrir okkur. Já. Það svo þarft að fá bara blandast og því meira sem við blöndust sem mannkinn, því sterkara í rauninni verður genið okkar.